Í dag orðið miklu auðveldara að fá tíma hjá Húð og Kyn, en í dag ferðu í gegnum Landspítala-appið þar sem þú svarar nokkrum spurningum og síðan þegar röðin er komin að þér þá færðu SMS með strikamerki sem segir að þú megi koma í tékk. Þú ferð inn á appið og ferð undir samskipti og óska eftir þjónustu og síðan velur göngudeild Húð og Kynsjúkdóma og leitar eftir spurningalistanum og færð spurningalistan sendan, getur fundið hann á 2 stöðum, gegnum tilkynningar eða undir spurningalista og þá svarar listanum og síðan ertu þá komin á lista hérna hjá okkur á deildinni. Þú færð SMS með strikamerki og þú hefur sólarhring til að koma á opnunartíma deildar og þegar þú kemur þá bara skannar inn strikamerki, getur líka að nota kóða, það er bæði strikamerki og kóði og finnur sýnið þitt í snjallbóksi og fylgir síðan bara leiðbeiningum hvernig þú tekur sýni á deildinni. Núna þarf ekkert að hringja á deildina og ekkert svoleiðis, heldur getur bara að fara sjálfur í gegnum appið og síðan bara mætur þegar kemur að þér. Leið og niðurstaðan er heit úr rannsóknarkerfinu, þá kemur hún bara beint í appið. Ég held þetta auki mögulega líkurnar á því að fólk láti tékka á sér og það er einfalt, ef þið finnst óþægilegt að hitta fólk, þá getur samt farið bara hérna gegnum deildina á þess að hitta nokkurn einasta heilbrigðisstarfsmann. Ef það er eitthvað svona alvarlegt og ég finnst það þurfa að skoða strax, að þá yfirleitt myndu hjúkrunarfræðingarnir bregðast við því og útvega þá læknatíma strax næsta dag. Fyrir ungt fólk að heldur það sem er klamdi í dag að það vill ekki bíða í 2 vikur eftir því að fá úr því skorið. Það vill bara fá að vita það í dag. Okkur er ekki tekist að draga úr tíðni klamdiu, en ég er svolítið spennt að vita hvað gerist, hvort þetta muni mögulega að vera til þess að við gætum kannski eitthvað draga úr klamdiu tilfellum. Það eru til afbrigði lekanda sem að engin sýklalyf býta á, þannig að við viljum helst sporna við þessari gríðarlegu fjölgun á lekandatilfellum sem að veri núna undanfarin ár á Íslandi.